Það er komið að janúar lesum fyrir hrút. Svo ég ympri nú á praktísku atriðunum. Þá er ég að lesa fyrir mjög víðan hóp af fólki og ég get ómögulega tengt við alla í einu. Það sem ég geri er að ég tengi með ykkur ákveðna bylgjulengd þar sem að hópur ykkar er einnig búin að tengja sig inn á. Ef þú tengir alls ekki við merkið þitt, þá legg ég til að þú skoðir önnur merki úr stjörnukortinu þínu. Það er sérstaklega tunglmerkið þitt eða jafnvel rísendamerkið þitt, Venusarmerkið þitt ef það ert sérstaklega að spá í ástamálin eða hreinlega bara eitthvað merki sem endurtekur sig oft í stjörnukortinu þínu. Gæti komið sterkt inn núna. Það eru ákveðin atriði sem eru mjög sveigjanleg, þá sérstaklega að nefna aldur, kyn, nákvæmar tímasetningar, nákvæmar staðsetningar og hlutskipti í samskiptum og samböndum. Það getur alltaf komið upp speglanir. Það er að segja þegar ég er að tala þig og annan einstakling, þá getur það í raun verið speglun og að sé akkurat öfugt við það sem ég segi. Sambönd eru einnig líka eitthvað sem er mjög sveigjanlegt og skulum ekki vera að hanga of mikið í smáatriðunum. Ef að lesefnin á við þig, taktu henni þá til þín og hagræddu smáatriðunum innan skynsamlegra marka. En við skulum byrja á því að athuga hvaða hrút ég er að lesa fyrir. Fá nokkur spil fyrir það. Ok, og við skulum fá uppákomur. Við skulum fá leiðsögn fyrir hrút. Þetta var nú kannski og við skulum fá útkomu fyrir hrút. Ok, og það sem hrúturinn ekki veit en hefði gott að fá aukna innsýn inn í, vil ég að það er hér neðst í stokkinn. Okay. Hrúturinn sem ég er að lesa fyrir. Það er svolítið, kæri hrúturinn, svo sért búin að upplifa þig í einhvers konar stöðnun og þú vilt fá meiri hreyfingu inn í lífið þitt, fá meiri tilbreytingu, fá ný verkefni, fá nýjar áskoranir. Þér líkar mjög illa að búin að vera fastur í sömu rútínuna of lengi þó það sé ákveðin þægindi í því. Og núna ertu komin á þann tímapunkt að þér finnst eins og það vanti eitthvað til að segja miði meira áfram. Eitthvað áskoran, eitthvað lærdóm, eitthvað þekkingu. Og mér finnst eins og það sé annarkvort komið í hendunar eitthvað tækifæri eða rétt handa við hornið. Eitthvað sem að þú gerir ekki alveg grein fyrir hvað þið er og þú þarft þar að auki kannski að breyta svolítið sjónarhorn til þess að átta þig á því almennilega að það er tækifæri þarna. Það er einhver sénsana sem að blasir við þér og það er sérstaklega í tengslum við annan einstakling, þar sé að það er í gegnum einhvern einstakling, í gegnum eitthvað samband, hvernig samband sem það er,
hvort sem það eitthvað sem þú þekkir nú þegar eða eitthvað sem kemur algjörlega nýr inn í líf þitt núna á næstu dögunum, þá eitthvað nýtt tækifæri, nýtt verkefni, ný áskorun, nýr lærdómur, eitthvað til þess að hreyfa við lífinu. Það svona hér bil beint fyrir framan nefið á þér, en þú sér það ekki af því að þú ert að fókusaður á ákveðin form og munstur. Þú þarf svolítið að snúa heiminum við og horfa á heiminn á hvolfi til þess að sjá þetta. Breyta svolítið algjörlega sjónarhorn. Þannig að stöðnun svolítið að fara með þig og fer þér illa líka. Þú verður pirraður, óþolinmóður. Og uppákomunir hérna í janúar, áskoranir, það verður mjög óvænt og kemur með ákveðnum hvelli. Þegar þú áttar þig á því hvað það þá gerist það með ákveðnum hvelli. Og alveg þannig að það kemur þér þannig á óvart að þú upplifir sjálfa þig svolítið óvarinn og berskjaldaði gagnvart þessu. Þetta eitthvað sem að þú kannt ekkert alveg á. Þú varst að biðja einhverja áskorun eða þú varst að biðja einhverja tilbreytingu. Þá bjóstu við og í rauninu ætlaðist til þess að fá eitthvað sem þú myndir þekkja. Þó það yrði kannski ögrandi, þó það yrði áskorun, þá myndi það vera eitthvað sem þú þekktir eða kannt eitthvað í nú þegar. En núna þegar þetta blasir við þér þá áttur þig á því, úps, ég þekki ekki neitt í þessu, ég kann þetta ekki, ég hef aldrei gert þetta áður, ég veit ekki hvað ég gera. Ég berskjaldaður, ég lítill í mér, en ég þarf samt að finna kraftinn til þess að takast á við þetta og ég með kraftinn til að takast á við þetta og þar kemur svolítið sterkt inn þessi hinn einstaklingur sem komin, finnst mér, komin eða að koma inn í lífið þitt. Leiðsögnin að vera að minna þig á að kvíða ekki. Vertu þolinmóður. Núna borgar sig margfalt að halda ró sinni. En það verður alveg einhver kvíði og það verður, sérstaklega finnst mér þetta vera svona eins og valkvíði og veitir ekki alveg í hvort fótana ég að stíga þegar það langar til að gera eitthvað, það svo margt sem langar til að gera og það svo margir möguleikar í boði. En þá skiptir svo miklu máli hérna að halda ró sinni, halda yfirvegun og ekki taka neinar skyndiákvarðanir. Bara alls ekki. Núna í janúar, þegar að fara að koma þessar bombur, þegar að áskoranir detta inn hjá þér, að ekki fara í neina skyndilausnir, ekki rjúka af stað eins og þú sennilegast vanur að gera. Þeir hrútarnir rosalega góðir í því að taka skarið leið og opna með ruggað. Þá þið roknir af stað, alveg leið. En hins vegar núna í janúar tími til þess að stoppa og hugsa áður en þú framkvæmir. Ekki bara setja hausinn niður fyrir og rjúka af stað með hornin undan. Hugsaðu og virkilega kafaðu djúpt inn á við. Leyfðu innsænu þínu og innri viskunni svolítið að ráða för þannig í því að taka ákvarðanir. Og út frá því sem þú raunverulega vilt. Hvað vilt þú? Hvað rétt fyrir þig? Og líka bara hvað rétt gagnvart þínum eigin gildum, hvað rétt gagnvart þínu siðferði, hvað rétt fyrir þig. Það snýst ekki alltaf það og mig langar svo í eitthvað hérna, þetta dót eða hvað nú heldur, hvernig líður þér best með þína ákvörðun. Hvernig þú sáttastu við ákvörðunan sem þú tekur. Þetta eitthvað sem þú þarft virkilega að stoppa, staldra við og hugsa Hvernig geri ég, hvernig framkvæmi ég þetta, hvernig díla ég við þetta, þannig að mér líði sem allra best í mér með þessa ákvörðun. Þannig að ég veit að ég gerði eins vel og ég gat, þannig að ég gerði eins heiðarlega og ég gat. Þannig að það ekki hægt þannig að þú efist ekki sjálfa þig. Sama hvernig það fer. Þannig að þú vitir það að þú tókst heiðarlega ákvörðun og afstöðu
fyrir þig. Niðurstaðan þín úr þessu að aftur hérna hvað varðar samband og samskipti, skiptir ekki máli hvernig samband, það að þú finnur að þú hefur áhrif, þú skapari þinnar heimsmyndar og þinna örlaga, þú einhvern veginn finnur betur fyrir því, sérstaklega þegar kemur að samböndum og samskiptum, að þú ert meðvitaður styrkleikin sem þú hefur í því að bera ábyrgð á sjálfum þér, bera ábyrgð á þínum samböndum, samskiptum og hver þín ábyrgð ekki. Það að segja annarra manna líðan, annarra manna hugsun, annarra manna álit á þér, ekki á þína ábyrgð. Þú berð eingöngu ábyrgð á þér, þinni líðan, þínu sársauka, þinni hugsun og þínum gjörðum vissulega. Og þetta verður þessi þroski verður svolítið til þess að það rótast til í samböndum hjá þér. Og það verður svolítið íþyngjandi tíma jafnvel, af því að þegar við tökum þetta stór þroskaskref, sérstaklega í sambandi við samskipti, þá eru alltaf einstaklingar í kringum okkur sem upplifa mikla ögrun og finnst þeim hafnað og vilja fyrir vikið ýta þér í áttina að gamla farinu svo að þú þóknist þeim betur í rauninni. Það ekki af illum vilja gert, það bara þeirra þægindarami. En þú verður sjálfur, þú öðlast miklu öflugri verkfæri fyrir sjálfan þig. Og þú verður miklu staðfastari og öruggari í þér og þínu, sem mjög mikil gjöf. Ég ætla að fá örlitla innsýn til viðbótar hér. Haltu svolítið fótunum á jörðinni, vertu svolítið jarðtengdur og einbeittu þér svolítið jarðtengingunni þinni. Þó þú sért vissulega svolítið að róta eftir verkefnum og nýjum áskorunum og tækifærum, vertu samt alltaf með fæturnar í jörðinni og passa upp stöðuleikaðinn. Og vertu svolítið ákveðin og staðfastur með sjálfum þér. Ekki taka skyndiákvarðanir út frá tilfinningum, en leyfðu þér að hugsa og gefðu hugsunum þínum skil. Varðandi áskorunina einar, þú munt upplifa sjálfan svolítið snipp og snauðan tíma og pínu eins og þú sért búin að missa eitthvað úr höndunum eða jafnvel að eitthvað hafi verið tekið frá þér, eins og þú sért í einhvers konar skorti, og það ýtir undir þessa berskjöldun sem að þú munt komið til með að upplifa, en það líka eitthvað sem eflir þig til lengri tíma, þegar þú þarft þá að finna aðra lausnir en þú ert vanur að gera. Þetta snýst svolítið að kenna þér að fara svolítið aðra leiðir en þú hefur gert hingað til. Og varðandi leiðsögnina hérna. Leyfðu þér að vera glaður. Þrátt fyrir að það eru ákveðni erfiðleikar sem þú þarft að yfirstíga núna í janúar, þá það séu þessar áskoranir. Vertu samt glaður og þakklátur fyrir þetta tækifæri, fyrir það hvað þú ert að læra mikið. Leyfðu þér að vera jákvæður, ekki þó þú upplifir eitthvað skort eða eins og einhverja vantun. Leyfðu þér að vera, þetta hljómar svo klisjan, leyfðu þér að vera rosalega jákvæður og þakklátur fyrir það sem þú hefur og bjartsýn. Haltu svolítið í það. Ekki gleyma þér í skammdegisþunglyndinu. Það
þá einhvern veginn tekur allt miklu lengri tíma. Líka þroskun lærdómurinn. Niðurstaðan því eins og ég segi þá verður þetta til þess að þú verður miklu meðvitaðri sko að þú skapar þinn nánasta veruleika og þú ert að fara að öðlast miklu sterkari verkfæri til nákvæmlega þess. Og það einmitt verður til þess að þú getur byggt utan þig í rauninni meiri auð, meira veldi. Þetta þarf ekki endilega að vera fjárhagslegur auður heldur, sko meira öryggi, líka í kringum það sem þú gerir, iðnuna þína, vinnuna þína, hvað nú. Þú nærða sko skapa sjálfum þér sterkara rými fyrir þig til þess að þrífast í. Ég vona að þetta skili sér skiljanlega til þín. En við skulum athuga það sem þú veist ekki er að þú ert ótrúlega fær til þess að læra. Og ef þú beitir þá sérstaklega sko forvitninu þinni, námsfýsinu þinni, viljinu til þess að læra að gera nýtt, þá verður þetta allt svo miklu auðveldara ferli. Ef þú beitir fyrir forvitninu og einmitt skvöldið fyrir vikið þessari bjartsýni gagnvart líka erfiðleikunum, að þá verður ferlið sjálft svo miklu auðveldara. Þegar þú ert í rauninu meðvitaður að þetta er lærdómur. Að þegar þú ert líka svo fær að læra. Og jú, þetta verður svolítið til þess að það verða erfiðleikar í samskiptum. Eða í það minnsta ögranir. Að þegar þú ert að gera breytingar og það verða breytingar í kringum þig og þú ert að breyta þér og þá er það sérstaklega þína nánustu því miður sem að munu upplifa einhvers konar ögrun við það. Þannig að á vissum tímum þá myndu upplifa einhvers konar einmanaleika en hins vegar þá aftur kemur þú, sko þín innri viska er mjög mikil og þú verður að leyfa þér að halda svolítið í það sem er satt fyrir þér. Það sem þú veist að er samkvæmt þér, þínum gildum, þínum heiðarleika, þínu siðferði og ekki láta sko stugga við því að segja þér að það sé eitthvað minna en eða ekki nógu rétt. Vertu svolítið sjálfum þér samkvæmur og haltu svolítið fast í það. Og til að taka þetta heim og saman, þessa leiðsögn, þá ætla ég að draga spil úr nýjum stokki hjá mér sem heitir Sacred Earth Oracle og lítur svona út. Dásamlega spil og hér eitt leysanarspil úr Sacred Earth til að fylgja þér inn í nýja árið. Þú færð hér spilið Space, rými. Það er ekki akkurat það sem þú ert að fara að skapa þér en á lokin. Jarðnesk meining þessa spils, rými. Gefðu sjálfum þér eða einhverjum öðru rými til að heila, hugsa, skapa eða ígrunda. Haltu rými sem mildur, ódæmandi eða dómlaus og styðjandi nánd. Ekkert þarf að gerast akkurat núna, ekkert þarf að gerast strax. Dragðu þig til hlaða, tilbaka, treystu og virtu mörk annarra og þíns eigin. Og eins berðu virðingu fyrir ferlinu, lærdómsferlinu sem þú eða aðrir eru að fara í gegnum. Það að ýta á eftir niðurstöðu mun ekki gefa þér það sem þú vilt til lengri tíma. Veldu þín eigin örlög og leyfðu öðrum að velja þeirra. Það er að segja að þú berð ábyrgð á þínu. Það er að leiðandi þínum eigin örlögum, þínum mörkum, þinni úrvinnslu hlutunum.
aðrir bera ábyrgð á sínu. Nú, andleg meining þessa spils að í gegnum rými og tíma, í gegnum allar víddir heimsins, meira að segja þær víddir sem eru til langt umfram mannlega visku eða mannlegan skilning á ást, hatri, rétt eða rangt, alsæla, sköpun og algjör friður er falið einhvers staðar inn í víddum sálar okkar. Þar sem þetta allt mögulegt og allt velkomið. Með barnslegu sakleysi, forvitni og örlitlum draumum þá getum við teygt okkur í og snert á akkúrat þessum víddum. Lokaðu augunum og vertu þar. Ekki ýta á eftir hlutunum, ekki taka ákvarðanir í flýti. Leyfðu þér að staldra við, hugsa, ígrunda, begðu virðingu fyrir þínum eigin mörkum og annara og skapaðu þér þitt rými og eins ef aðrir þurfa á þig að halda, haltu rými fyrir aðra og sem mjúkur og dómlaus einstaklingur. Og gefðu þér rými til þess að heila, hugsa, skapa og hugleiða. Þá þessari leiðsögn lokið og ég vona bara að þessi skilaboð rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig og fyrir áheyrnina.